síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg drumum að. Upp í stúku allir stappar, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg drumum að. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Upp í stúku allir stappar, standa upp og klappi senn.
gömlum síð og gerum alveg drumum að. Upp í stúku allir stappar, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Gera hart og skart, hlómum síðan boltan af gömlum síð og gerum alveg drumum að. Upp í stúku allir stappar, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, við eigum þennan
Já, verið velkomin í útsendingu Akureyri TV frá leik Fram og Akureyri hérna í 7. umferð Ólafsdeildar karla. Það var búist við hörkuleik. Framarar hafa komið mörgum á óvart og eru með 5 stig eftir 6 leiki. Og á meðan eru okkar menn með einungis 2 stig og það má þau búast við hörkuleik. Þetta er mikilvægt fyrir bæði lið að ná í stig í kvölda í dag. Það er ágætis mæting í Samherjana með allavega eins og oft áður, þannig að þetta er greinilega komin smá stemning í Samherjana eftir þessa allavega betri byrjun heldur en margir reiknuðu með. Mikil áföll hjá Fram í sumar. En Hallgrímur Jónasson og Guðmundur Helgi Pálsson hafa verið að gera flotta hluti með þetta lið. Og Arnar Birgir Hálfdanarson sem gekk aftur til liðs við Fram hefur verið mjög öflugur, búinn að skora 38 mörk sem af er tímabilinu og Þorsteinn Gauti Hjálmarsson með 33. Það er að fara mikið fyrir þeim tveimur. Saman tíma er Ingimundur Ingimundarsson í fyrsta skipti í hóp hjá Akureyri á tímabilinu. Það verður áhugavert að sjá hvernig Ingimundur kemur til leiks. Hérna sjáum við lið heimamanna og þetta er byrjað hérna í Samherjunni. Framar að byrja um boltan. Sjáum að Arnar Fylkisson er í marki okkar eins og síðustu leiki. Tómas er á bekknum klár í slaginn ef að þarf honum að halda. Valdimar Sigurðsson reyndi þarna fyrir þessa línunni og opnir að fá ekki víti. Það þurfti aðeins meira upp á til að fá víti þarna. Þrumuskot frá Þorsteini Gauta. Fyrsta markið komið. Já, eins og ég segi, hann er búinn að vera mjög öflugur og er næst markahæsti maður Fram á tímabilinu en okkar fyrsta sókn. Sissi kemur á Datum Hjörns, reynir að lauma honum á Frikka á línuna. Þetta er ekki fart á Frikka. Sigurður sleppur við gula spjaldið þessu sinni en það var nú svolítið peysutók. En við stillum aftur upp í sókn. Stropus, þarna kom gula spjaldið. Sigurður fær gult spjald fyrir að halda hraustlega utan um Frikka á línunni. Sissi með áhugavera sendingu en fer í fótinn og við höldum í boltanum að það þarf eitthvað að fara að gerast. Það er lítið bara hrætta í þessari sókn. Stropus, hann plaffi bara markið á, glæsileg finta á Stropus með fyrsta markið okkar í þessum leik. 1-1. Þvílík finta hjá drengnum. Stropus að gera sitt 30. mark á tímabilinu. Náttúrulega eins og flestir vita var mjög öflugur hjá Víkingum í fyrra og gekk þetta til liðs við Akureyri og sem af er búinn að vera flottur liðsauki við liðið. En Framarar koma hérna að stilla upp í sókn. Arnar Stropus og Andri Snær ná að stoppa hann þarna, aukakast dæmt. Já, Stropus ver frá honum Arnari Birki. Arnar Birkir, honum leiðist ekki að skjóta. Það má alveg reikna með að hann taki nokkur skotir í dag. Já, hérna er með skot í stöngina út og Akureyri á innkast. Nei. Það er bara markið á hana.
og við getum komist yfir hérna. Við nýtum þess að svo Dunghjös, Sissi, reynir að fara inn að verð. Andri Snær. En Viktor Gísli vel frá honum. Og hinum meginn, já, Arnar ver, og aftur ver hann. Arnar Þór Fylkisson með 2 stórglæsilega vörslur hérna í röð. Fyrst varði Viktor Gísli hinum meginn frá Andra Snæ í góðu færi, en Arnar Fylkisson toppaði með að vera 2 svar. Og brotið á Dunghjös þarna aukast. Þess maður geta Akureyri U vann Míluna fyrr í dag. Og meðan ég segi það þá ver Viktor Gísli frá Dunghjös og framarandi reyna. En þetta slagt skot og fóði framhjá Sigurður Örn með. Hann getur alveg kastað fastar þessi drikkur. Og glæsilegt gert hjá Sissa. Og gult spjald á loft af Arnar Birki. Sissi svo ósérhlífinn, lætur sig alltaf vaða á allar áttanir og gerði vel hérna. Laði boltan undir Viktor Gísli markinu og staðan orðin 2-1 fyrir Akureyri, 5 mínútur liðnar. Þetta óttast af og þeir jafna metin enda. Já, Sigurður Örn jafna metin. Allt galopið fyrir Karoli Strópus sem að þrumar þess minneti. 3-2, það var ekki lengi gert. Það er ekki hægt að bjóða Strópus upp á svona. Hann er bara einfaldlega ómikið stekja til þess að þruma þess ekki í netið. Arnar Birkir hann er ótrúlega góður í handbolta þegar hann er vel upplagður drengurinn. Setur hennan á öryggi netið 3-3. Hvað gerist hér? Sissi sækir á þetta. Finnur Dunghjös. Og Strópus viður beint í miðja vörnina og þar er Sigurður Örn sem að stoppar hann. Birkir er að rykkja vel á línunni og er að ná að búa til svolítið pláss þarna miðri vörninni. Það lítur að slítast í höndina. Vantar aðeins meiri ógn í þetta, höndurinn er komin upp. Og Strópus með frátt af línusendingu og Frikki klárar þetta. 4-3 fyrir Akureyri, 7 mínútur búnar. Og það er eitthvað að ræða við Binna hérna. Hékk eitthvað í Bjarti á línunni. Þá skipti Bjartur út af og Valdimar Sigurðsson kemur á línuna. Gult spjald á Binna og vítakast hérna. Þorsteinn Gauti tekur þetta. Og hann skorar. 4-4. Já. Óvenju mikið af mörkum komið hérna á fyrstu 8 mínútunum. Þessi lið hafa verið að skora frekar lítið í sínum leikjum hingað til. Það er aldrei að vita þeir fara í gang hér í dag. Sissi með slaka sendingu þarna fyrir út af og framarnir koma í sókn. Og
Allt galopið í horninu. En þvílík varsla. Arnar Þór Fylkisson, en slök sending hérna og okkur refsa grimmilega hérna Davíð Stefán, fyrir ekki Andri Þór Helgason kemur heimamönnum aftur yfir 5-4. Þetta var klaufalegt. En áfram höldum við. Andri sér hérna flotta opnun hérna, sækir vítakast og gripið hálsinn á honum hérna og Þorgeir Bjarki fær gullspjald. Vel gert hjá Andra hérna. Sá hérna opnun milli 1 og 2 og hann bara reiðast á þetta. Andri leikið mynd sinn 200. leik fyrir Akureyri í síðustu umferð þegar liðið tapar á móti Haukum. Vonandi að sigur komi hérna í 201. leiknum. Hann tekur víti sjálfur og skorar. 5-5. Glæsilegt. Við erum bara einfallega með hörkuleik hérna í gangi í Samherjunni, gott fólk. Já, þetta var áhugavert mark. Sigurður klárar þetta vel. Arnar Birkir sótt þetta vel í og skilaði boltann frá réttum tíma. Já. Þetta er eitthvað sem að tengja kannski ekki beint við handbolta svona taktar. Sigurður gjörsamlega sko lá þarna bakinn á Frikka. En sleppur með þetta. Og sókn okkar Akureyringa heldur áfram. Og Strópus, Dómhjus, hvað gerir Dómhjus? Lítið að frétta þarna og Strópus heppinn þarna, nær boltanum aftur. Lósið næstu búinn að stila honum. Og vel gert þarna. Sissi kemur honum á Frikka og Frikki er að klára þetta. 6-6. Já, Frikki er alltaf að koma til í nýtingunni á línunni. Það er búið að vera flott, hann er búið að vera flottur hérna sem aðeins tímabils. Og byrjar hann að leik vel. En ég vil fara að sjá aðeins betri lokanir í vörninni hjá okkur. Þá kemur þetta. Arnar Birkir ræðist á milli 1 og 2 og skorar. Menn verða að fara að spila betri vörn. Og fá okkur allt og mikið af mörkum hérna. Sissi kemur á þetta, vel gert, finnur opnununa og klárar þetta sjálfsögðu. 7-7. Og Arnar með flotta vörslu þarna frá Sigurði og við getum komist yfir aftur. Framhaldin er að skjóta mikið að utan. Gott að Arnar verður klár í slaginn hérna. Það er búin að verja að slatta boltum í dag, við ætlum að vinna þennan leik. Þá kemur inn á Brynjar Hólm Gretarsson. Sissi er enda búinn að vera mjög flottur sem á er, en að gera að dreifa álaginn aðeins. Binni óopinn þarna, en við hefnir á móti boltinn í löppina á Bjarti og Akureyri heldur boltanum. Þeir eru fann að skyggja svolítið á Dómhjus. Strópus með hörkuskot og það eru 2 mínútur á loft. 2 mínútur á Bjart.
hárrétt, hékk hérna í Karolis Strobus sem var að fara að munda skot höndina. Þurfum við bara að nýta okkur að vera einu fleiri. Það var ekki lengi, en þá kom að því. Viktor Gísli ver frá Frikka. Það var flott sending á Strobus á Frikka en Viktor gerði vel hérna að verja frá honum. En nú þarf vörðin að standa. Framarnir fjölga í sókninni, þeir eru með engan í markinu eins og er. Davíð Stefán, aukamaður í sókninni. Og glæsilega gert hjá Robba í vörninni þarna. Og æðislega að sjá hvernig Robbi hefur bætt sig síðustu árin. Orðinn ótrúlega góður varnarmaður. Já, þarna var heppnin aðeins með okkur. Þetta flautuð full snemma dómararnir þarna. Já, höndin er komin upp og þurfa að klára þessa vörn. Og allt opið á línunni og Davíð Stefán skorar. 8-7 fyrir Framara. Og við höfum ennþá 25 sekúndur, einu fleiri. Þurfum að stilla eitthvað upp og nýta okkur að vera einu fleiri. Finnum þetta 8. mark. Strobus með allt og háa sendingu yfir. Kristi átti ekki breykan á þessum. Og Framarar geta því náð 2 marka forskoti. Það hefur ekki gerst í þessum leik. Og þeir eru komið fullskapalið aftur, heimamenn. Sendingina yfir í hornið, en Arnar gerir vel þarna. Ver frá Þorgeir í horninu. Arnar búinn að vera fínn. Það er Frikki í miklum slag þarna. Það er aukakastið. Frikki gríðarlega hraustur. Ekki gaman að eiga við hann á línunni. Við fáum Sissa aftur á miðjuna hérna hjá okkur. Dunghjös, opna fyrir Krissa. En Viktor Gísli, hann er að verja frá Krissa. Vel geta Dunghjös hann að fann opnununa og gera þetta vel, en Viktor Gísli gerði vel einnig. Já, þetta er rétt. Boltinn dæmdur af frömmurum hérna. Davíð Stefán tók fullmörg skref hérna. Bindið. Þrumar í hárnina og Arnarbyrki verður þetta. Robbi stoppar hann hérna, aukast dæmt. Binnið kannski mátt aðeins leysa umhverju betur hérna. Það voru 2 í hárninni og þetta var erfitt færi. En það er svo líka fínt að hafa skittu með sjálfstöður sem þorir að bomba markið, það er líka fínt. Og hvað gerist hér? Allt opið fyrir Sigur Örn sem að setur hennan á örygginetið. Hann má ekki koma svona nálægt. Og Sverre tekur leikhlé fyrir Akureyri. Já, við vantar klárlega bit í vörnina hjá okkur. Við erum ekki vanir að fá svona mörg á okkur. Svona snemma leiks. En það verður eins og að hrósa liðið fram að þeir hafa verið að bara spila fína bolta og gefur kannski ekkert á óvart að þeir séu þó komnir með þetta mörg stig. Þrátt við hvað rakspár flestra fjölmiðlamanna fyrir tímabilið meinti ég.
En já, Viktor Gísli í marki fram hefur verið okkar mönnum svolítið erfiður núna. Er að loka en áfram heldur leikurinn og vonandi að Sverri hafi náð eitthvað aðeins að stappa með betur í gang hérna. Sóttin svo sem hefur verið að skila mörkum en vörnin ekki verið nógu góð. Stropus ræðst á þetta, finnur Dunghjös sem hann nær ekki valdaboltanum og boltinn fer út af. Það er eitthvað sem alveg þetta að kema aukakast á. Klálega farið í Stropus þarna en vá, Arnar Birkir Hálfdanarson þarna. Þetta var alvöru mark, kom inn í öfuga skittu og sett hann bara skeitinu inn þarna. Já, 2 mínútur. Þorsteinn Gauti fór hérna af afli í andlitið á Sissa, eða í höfuðið á honum og þetta er bara einfaldlega hárrétt. Sissi situr beint í kerfi. Þurfum að nýta okkur þetta að vera einu fleiri. Gekk ekki alveg nóg vel síðast. Og Sissi fellur þarna við en leikur heldur áfram og Stropus klárar þetta vel og loksins kom 8. markið okkar, 10-8 og enn taka framarar Viktor Gísla út af og fylla á sóttina með aukamanni. Valdimar kemur á línuna. Ég verð nú að viðurkenna, ég er ekkert voðalega hrifinn af þessari reglu hvað menn eru fannir að spila mikið á þessum aukamanni. Það har ekki hjálpað þarna, Valdimar missti boltann. Og Stropus kemur á þetta, Binni. Dunghjös með skot sem að Viktor Gísli ver. Bolti fer aftur fyrir, fram að halda því boltanum. Það er að segja aftur fyrir mark. Ekki, þannig að þið ferðu til hliðina þá við að halda þessi bolta. En er Sigurður Örn Þorsteinsson að gera okkur lífið gerir þarna vel, lappar hálfpartinn í gegnum völlinn og finnur opnununa og þrumar sér netið. Verðum að ná að stoppa hana betur. Stropus. Hann er að halda okkar mönnum svolítið inn í þessu. Þrumar sér netið. En eins og ég segi, vörnin verður að fara að gera betur. Þetta er ekkert voðalega flókin handbolti sem að heimamenn er að spila, en árangursríkur er hann. Og Arnar Birkir þrumar þessu en Robby verður þetta út af og Framar að fá hotkast. Og glæsilegt á Arnari þarna en Framar að halda boltanum. Arnar Birkir kastar senna bolta. Og þessi var framhjá. Og við getum komið hratt á þetta en gengur ekki alveg nógu vel. Dunghjös, það sendar í netinu, 11-10, gott að fá mark frá Dunghjös þarna, situr hann í gólfið og inn.
Já, við þurfum að fara að fá mörk frá fleiri menn en bara Strópus, þannig að þetta var flott mark að fá. 11-10, en þá eru rúmar 8 mínútur eftir að fyrir áleik. Andri með góða hjálpavörn þarna, Arnar fintaði Binna ágætlega þarna, en Andri og Binni náðu að stoppa á endanum. Já, þetta lítur ágætlega út hérna. Við náum að klára þessa vörn, Höndur er komin upp og þá gerist þetta. Þorsteinn Gauti með gott skot og það endar í netinu. Já, þeir með eiga það, þeir eru með hörku skyttur heimamenn í Fram. Það er að skila þeim hérna fínni stöðu. En tala, ég held að þessi myndi fara inn. Viktor Kristinn er að stoppa þetta sko frá Binna. Ég held aðra leiðin í stöngin en svo fór ekki. Góð sending þarna á Arnari Birki og Elías Bóasson setur hann yfir Arnar í markinu. 13-10. Vonandi við séum ekki að missa á oflan fram á okkur. Við viljum hafa þetta spennandi og góðan leik hérna. Sissi gerir vel þarna. Kefir sér bolta í neti. Þeir eru búin að klippa vel á hægri helminginn hjá okkur og Sissi ákvað bara að þrjuma boltan á markið og inn fór hann. Þetta var vel gert hjá Þorsteini hérna, kom honum á línuna en gott fyrir okkur að dómararnir hlutu fullsnemma. Tvær mínútur á Krissa hérna og vítakast dæmt. Hvað gerir Arnar? Nei, þetta var öruggt á Þorsteini Gauta og staðan 14-11 og í fyrsta skipti í leiknum þá eru Akureyringar einu færri. Það verður ekki farið illa með Framarana hingað til að vera einu færri og vonandi að gera það sama með okkur. Binni með skot í stöngina. Nei, þetta fór í hliðanetti ásakið og Framar koma hratt á. Og Elías er að skora aftur, Elías Bóasson. 15-11 staðan. En aftur reynum við að hafa aukamann í sókninni. Sissi röltir þetta miðjuna. Ekki gleyma því að þetta er mjög mikilvægur leikur fyrir okkar lið. Garðar Már sækir þarna á færiaukakasti. Ef við töpum þessu leik í dag þá erum við farin að missa svolítið af liðunum fyrir ofan okkur. Binni
setur þetta framhjá en brotið á honum. Dungi sterkur þarna. Arnar Þorsteinn gripu báði boltan en Dungi einfallega sterkari. En nú þurfa að stilla upp og þessi fer að sjálfsögðu í netið. Klímdan hann uppi fjær. Viktor átti ekki mikið möguleika í að verja þennan. Dungjus þurfum að fara að fá meira frá honum. En aðalega þurfum við að fara að spila vörn. Við erum með fullskipalið. Lúðvík Arnkelsson kemur þetta miðin hjá heimamönnum. Já, bolti dæmdur af heimamönnum og getum við komið hratt á þetta. Og Binni vantar aðeins meiri kraft í Binna þarna. En fær aukakastið. Nú kemur Sissi, laumar honum á Frikka, ekkert dæmt og hér koma Framarar. Dungjus veður út í Sigurörn og stoppar hann, aukakast dæmt. Rétt rúma 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik, 15-12 fyrir Fram með staðan. Arnar Birkir reynir að komast þarna inn í getum við hornið en Andri stoppar hann. Hvað gerist hér? Gult spjald á Frikka, ok. Alltaf furðulegt þegar það er gult spjald svona seint í leiknum. Og lína dæmd, þetta er hárrétt. Valdimar steig klárlega á línuna þarna. Og Binni. Þessi er framhjá. Það er ánægður að sjá að Binni sé að reyna. Það þarf samt að koma aðeins meira út úr þessu. Að hitta markið. Arnar Birkir með skoti í hliðarnetið. En fókelina af hárninni. Þannig að Framar að halda boltanum. Þetta er rétt fyrir ekki. Fór í þennan. Og Arnar missir hann og Frikki nær honum. Sending fram á Andra en Elías Bóasson gerir vel stekkur hann að þessum. Framarar fá því í sensin á að auka munin upp í 4 mörk. Klukkan er aðeins á eftir hjá okkur hérna. Það eru 8 sekúndur eftir núna. Og þeir reyna sirkusmark, gengur ekki, 3 sekúndur eftir. Og það þarf að skjóta. En Arnar Birkir verður þetta. Staðan er því 15-12 þegar við tökum okkur hlið hérna í hálfleik. Já, veit ég alveg hvað að segja. Vörnin alls ekki nógu beitt í okkar mönnum og kannski erfitt að biðja þeirri varinn skot frá Arnari þegar vörnin er ekki betri en þetta. En við tökum okkur smá hlé og sjáumst í síðari hálfleik.
boltan af gömlum sið og gerum alveg drumum að. Upp í stúku allir stappar, standa upp og klappi senn.
hart og skart. Rómum síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg drumum að. Upp í stúku allir stappar, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Það hefði hann bara verið svona 10 sekúndum starf en gerir. Svo eru núna bara 2. Jæja, verið velkomin aftur í Sameyrina, gott fólk. Hér er að fara að koma síðari hálfleikur í leik Fram og Akureyri. Akureyri byrjar með boltann og getur lagað stöðuna aðeins en menn þurfa nú helst að fara að loka vörninni ef þetta fá eitthvað út úr þessu leik. Við eigum ennþá Ingimundarson á bekknum. Hann hefur ekki komið í sögu en þetta er fyrsta skipti sem hann er á leikskráni hjá okkur á þessu tímabili. Og þá er síðara hálfleikur hafinn hérna hjá okkur. Sama uppstilling og í byrjun leiks. Andri í horninu, Strópus í vinstri skyttu, Sissi á miðjunni, Dúmhjös í hægri skyttu, Krissi í hægra horninu og Frikki á línunni. Og skref dæmt á Sissa þarna. Nú er áhugavert að sjá hvort að vörnin verði eitthvað betri. Trúi ekki öðru en að Sverrir hafi farið vel yfir mönnum í hálfleik. Robbi stoppar þarna Þorstein Gauta. Hér er kallað eftir að menn séu aðeins nær hvor öðrum, loka öllum bilum. Það er svona aðalega langskotin sem hafa verið að finnst okkur erfið þarna. Framar að halda boltanum hann að veit ekki hvort hann hafi verið að dæma línu andra sem náði boltanum en það skiptir ekki máli. Framar að halda boltanum. Og hérna kemur hörkuskot sem Arnar ver vel. Og Sissi kemur á þetta, finnur Frikka og Frikki gerir það vel. Frábærlega gert, 15-13. Listilega gert hjá Sissa hvernig hann laumaði boltan á Frikka og Frikki klárar þetta vel. Þurfum að vera duglegir að keyra aðeins á þá. Við höfum ekki fengið mikið út í seinni bylgjunni. Þarna það kemur engum ávart, Binni fær brottið svona þarna, ýtti duglega á Valdimar
Þetta bara einfallega hárrétt. Og við erum því manni færri en þessi 2 mínútur og vítakast hérna. Glæsilegur Arnar Þór Fylkisson verði þarna glæsilega frá Þorsteini Gauta. Þetta var mikilvægt. Og Arnar hleypur hérna út af. Fáum aukamann í sóknina. Frikki kemur á línuna. Sissi á þetta, Stropus, Sissi með skot á gólfinu og þess er í netinu. 15-14. Sissi baneitraður þegar hann fær svona færi. Einstaklega góður á gólfinu. Og hérna oftast hornið. Þetta er vel klárað hjá Elíasi. 16-14 og ennþá erum við manni færri næstu 45 sekúndurnar. Elías Bóasson bara að spila vel fyrir framarana. Sissi stöðvar hérna. Brotið að Sissa hérna. Aukast. Og Akureyri komið fullskipalið. Og Andri Snær fyrir horninu. Þetta gerði hann af öryggi. Þetta var einfalda bara skeytin inn. Annar mark Andra hér í dag. Fyrir að koma á víti. Nú séru Sissi og Stropus markað eftir Akureyri með 4 mörk hvor. Frikki með 3 og Dungjus með 2. Arnar Birkir með skot sem að Arnar Fylkis ver en frákastinu ná framarar. En ágætis kraftur í okkar mönnum hérna upp að setjánleiks. Annars sjá þetta og áfram heldur hann að klára færin Elías. Er að reynast okkur ansi erfiður. Hann er að skora hérna. Það sé ekki hans 4. mark í dag. Fjögur mörk úr 4 skotum Elías í Bóasinni. Þetta aðeinsleiks. Við þurfum einhvern veginn að varna að loka á hann. Og kemur Dungjus. Kemur sér í geitt og skorar en búið að flauta. Það var ágætis tilraun hjá Dungjus. Og Sissi, höndin er komin upp. Kristi leysir þarna inn en þvílíkt mark hjá Dungjus þarna. Öfugum megin skrúar hann boltan fram hjá Viktori Gísla í markinu og munurinn aftur 1 mark. Það leit kannski ekkert voðalega vel á þessi sókn en hún bar ávöxt. Það Binni flottur þarna. Stoppa Þorstein Gauta af afli þarna. Þetta er nákvæmlega málið. Við þurfum að fara aðeins utar og ná að stoppa menn. Þeir eru að plaffa svo mikið af marki fyrir utan. Höndin lítið var að setja höndina þarna. Lítið að gerast. Vítakast dæmt þarna.
Dumhjús náði að slá til knattarins en Framandi náði honum aftur og keyrðu einfallega á vörnina. Og gult spjald á loft á bekkinn. Og síðan Diddi eitthvað hafa látið heyra í sér. Og það er Andri Þór Helgason sem tekur vitið fyrir Framarana. Arnar Þór Fylkisson varði þetta síðasta vitið frá Þorsteini Gauta. Því fær Andri Þór að spreyta sig. Hann skorar. 18-16. Það leggjum hann upp hérna, Frikki kemur hérna utanverð, setur hann í hornið, en boltinn fer út af. Sissi með skot framhjá, það var ágætis færi en hitti ekki markið að þessu sinni. Verða komna 9 mínútur búnar á þessu fyrri hálfleik, nei, síðari hálfleik afsakið. Hörkuskot í slána og þessi dettur inn í teginn aftur. Og Binni kemur þarna fullu gasi og að skorar glæsilegur Binni þarna. Og þetta er ekkert mikið að fara að stoppa hann þegar hann kemur að þessu krafti. Þetta er nákvæmlega sem við þurfum á að halda. Binni ótrúlega öflugur þegar hann gerir þetta fullu krafti, það er bara þannig. Aukast aðeins þarna brotið á Valdimar á línunni. Það var áhugaverð tilraun hjá Bjartarinn að lauma boltanum á línuna. Erfið sending til að ná þarna. Og þá er Þorsteinn sem að kemur sér í gegn og fær vítakast. Dumhjús ekki alveg náðu klára þarna. Misti Þorsteinn utanvert. Og þá er það Andri Þór og hann skorar aftur. 19-17. Það ætti að ganga erfiðlega fyrir okkur að ná að jafna netin. En þetta er þó allavega í áttina. Og voru komnir hérna í erfiða stöðu í 15-11 í fyrri hálfleik. Og þetta er fyrirsjáanlegt. Þorsteinn kemur hér og skorar úr hraðhlaupi. Þorsteinn gerði þetta vel að stela boltanum og boltinn þetta er einfaldlega hárrétt. Þetta er ekki knattspyrna. Andri Þór setti löppina fyrir boltan þarna og það er einfaldlega Brottisson. Ég veit, ég segi þetta alltaf en núna verðum við að fara að nýta okkur að betur að vera einu fleiri. Það gengur ekki, þessi kaflar fara ekki betur og Andri fær boltan hérna í horninu og skorar. 20-18. Andri stað með sitt 3. mark hér í dag. Arnar Birgir sækir á þetta, finnur sigur. Þorsteinn reynir að koma í hornið. Binni gerir vel þarna. Stoppar Þorsteinn Gauta og
Dómara leiksins með þau tilþrif að hann hefði fallið full auðvitað til jarðar hérna en Þorsteinn. Höndin er komin upp. Lítið að gerast í þessu. Robby stoppar Sigurð. Og þeir stilla vantar bara upp hérna. Nei. Þetta er undir sandinn og Arnór Þór Fylkisson ver hérna skotið frá Arnari Birki. Og það gerist. Krissi inn og skorar. Glæsilega gert hjá Krissa hérna 20-19. Það er ennþá nóg eftir að þessu leik. Það gerðum við bara einfallega vel. Loksins kom fítkafli einu fleiri. Og fótur, nei, það er búið að flauta, þetta er rétt. Brotið á Þorsteini áður en að koma í sendinguna. Óvænt skot frá Þorsteini þarna sem Arnar ver og hann er frákastinu sjálfur og skorar. Svona boltinn við einfallega verða menn að ná. Þorsteinn var 1 á móti 3 varnarmönnum þarna og náði samt frákastinu. Og labbaði svo í gegn. Og hérna innan kemur Patrik Stefánsson á miðjuna hjá okkur. Sjá hvað Patti gerir. Þetta er klaufalegt, skrif á Frikka. Skeytt á Dómkjus og Krissi var á seinna breiðast við þarna og skrif bent á Frikka. Og þetta er svo ódýrt. Þorsteinn Gauti með laflaust skot en fyrir getum klofið á Arnari og Framarar eru að skilja sig aftur frá okkur. 22-19 og síðara hálfleikur að verða hálfnaður. Dómkjus var að högga andlitið og hvað gera á 2 mínútur. 2 mínútur á Þorstein. Dómkjus liggur hérna eftir og Magnús Birkir Hilmarsson, sjúkraþjálfari Akureyrar, kemur inn á í fyrsta skinn í dag. En já, Þorsteinn Gauti Hjálmarsson búinn að koma að skora 7 mörk fyrir Framar í dag. Sigurður Örn og Elías Bóasson 4, Andri Helgason með 3, Arnar Birkir 3, Davíð Stefán Reynisson 1. Á Akureyri er Sigþór Heimisson og Karli Stróbers með 4. Myndakvast Dómkjus, Frikki og Andri Snær með 3 og Brynjar Hólm og Kristján Orri með 1 hvor. En hérna heldur leikurinn áfram. Korter eftir. Og Stróbers með neglu þarna upp í fjær. Viktor Gísli átti ekki möguleik í þennan. Og þá takaði leikhlé.
Já, staðan 22-20 fyrir Fram og það vantar ennþá herslumuninn í okkar liði til þess að ná að jafna metin. Síðar hálfleikurinn klárlega verið skref í rétta átt en betur má ef duga skal. Tómas Ólafsson fyrir hérna úr uppbytunarpeysunni. Er hann að fara að koma inn á? Arnar átt ágætisleik en það væri auðvitað mikil styrkur ef að Tómas væri klár í slaginn. Og já, Tómas Ólafsson kemur í markið. Vonandi að Tómas komi sterkur inn. Við þurfum á nokkrum boltum að halda ef við ætlum að fá okkur út úr þessum leik. Og eins og segi, ef við töpum þessum leik þá erum við komnir 5 stigum eftir Fram. Það er bara orðið allt of mikið eftir 7 leiki. Þegar við grunar nú að Haukarnir sem eru með 4 stig. Við grunar að þeir fara nú að fara að tína inn fyrir stig í næstu umferðum. Og Tómas byrjar þetta glæsilega. Ver frá Sigurði Erni þarna og Binni fær uppkastið þarna. Við erum ennþá að einum fleiri í 40 sekúndur. Og þá kemur Patti á miðjuna. Og boltinn í hornið, Krissi vippar honum í slána. Valtýr Már kominn í markið á Fram og hann sá til þess að hann var í rammanum þegar Krissi sett hann í slána þarna. Og Framar átt hann með fullskipalið. Arnar Birkir kemur með snúningsfiltur á þetta. Það jaðraði nú við ruðning en fær uppkastið. Strópus furðar sig á þessu, hann stóð nú held ég bara kyrr. En áfram heldur sótt Framara. Arnar Birkir reynir, fær uppkastið. Það er afskaplega lítið að frétta úr þessu sótt hérna. Hlýtur að styttast í höndina, jú, þetta kemur hún. Og þá galottast línan, Arnar Birkir finnur Valdimar á línunu, hann skorar. 23-20. Þurfum við að fara að fá Gatú. Strópus reynir en Sigurður Örn stöðvar hann. Uppkast dæmt. Og þeir klippa hérna Dómhjús og Strópus. Krissi hérna með... Þetta er bara ekki nógu gott. Þurfum við ekki að fara að stilla upp fyrir Strópus. Lítur að styttast í hendina. Jó, hún er komin upp. Hún vil ég bara stilla upp fyrir Dómhjús. Það gekk vel í fyrri hálfleik. Já, Patti. Patti gerði vel þarna, steig upp og setti þenni netið. Þetta var mikilvægt mark. Ennþá rétt rúmar 10 mínútur eftir. Munurinn 2 mörk.
Erum við fulla einbeitingu í vörnina. Síðasta vörn gekk vel, þangað til að losnaði Valdimar á línunni. Hér Binni að fá 2 víta brottvísun. Það verður eitthvað ítt á bakið á Valdimar hérna á línunni. Ekki alveg það sem við þurftum núna. Og Sigurður Örn að skora 24. mark Fram. Og þeir eru í góðri stöðu akkurat þessa stundina. Eins og ég segi, það verður bara að bera virðingu fyrir hvað Framarnir að gera. Þeir eru að spila einfaldan en árangursríkan handbolta. Þeir eru að gera vel úr sínu. Þeir eiga bara einfallega skilja að vera yfir í þessum leik. Þeir búin að vera betri aðilinn lengst af. En þetta er ekki búið. Stropus fær víti. Og já, 2 mínútur að hlaut að vera. Bjartur Guðmundsson fær brottvísun hérna. Og Andri Snær Stefánsson undirbýr sig að taka víti hérna. Þetta er fljótt að breytast. Hérna kemur þetta. Já. Glæsilegur Andri Snær, hann skorar þarna af miklu öryggi. 24-22. Bæði lið með mann í refsingu. Framarnir gera eins og bæði lið hafa verið að gera í sókninni. Það er aukamann allt opið á línunni. Glæsilegur Robin, það er að blokka skotið þarna frá Sigurði Erni. Ef hann hefði verið aðeins klárari Sigurði þarna, það hefði hann getað laumað á línuna. Það var allt opið. Arnar Birkir gerir það eins og var. Valdimar skorar á línunni. Þetta er einmitt málið. Akkurat gott að spila með aukamann. Ef hún er að klára þetta með marki, þá er þetta alltaf skiptingunni. Þá er þetta bara bónus. Og Akureyri með fullskipalið. Og Stropus. En Valtýr Már Hákonarson sér við honum. Þetta er að verða erfitt hérna í Samirinni. 3 marka munur, Framarar með boltan. Já, Þorsteinn Gutti nær í aukakastið þarna. Þeir eru að reyna að drepa smá tíma, að reyna að fá mannin inn á, enda á 5 sekundur í það. Og Arnar Birkir með skot á gólfinu og þess er inni. Sá er búinn að vera góður þessum aðeins tímabils. Stór ástæða fyrir því að Framarar eru að sigla inn stigum númer 7 hér í dag. Stropus kemur þess í netið. Það er ennþá möguleiki. Rétt tæpar 7 mínútur eftir. En við verðum að fara að ná að vinna boltan og skora nokkur pröfumörkin í bakið á þeim. Nei, þetta virðist að vera saga dagsins í dag. Þorsteinn Gauti með skot sem að lekur í netið á endanum.
Þurfum við mark fljótt. Strópur með skot sem að Valtýr ver en auka dæmt. Og Patti kemur á þetta. Þetta er bara rétt, þetta er bara aukast. Það er ekkert meira á þetta. Og klippingin á Strópus. Fyrir að skyggja vel á meðframarar hérna og höndir kominu upp. Þetta lítur ekki vel út. Og inn úr horninu á Krissi og glæsilega kláraði á Krissa. 27-24. Rétt rúmar 5 mínútur eftir. Þetta mark kom upp úr engu, það var ekkert að frétta í þessari sókn hjá okkur. Og Tómas ver hérna frá Sigurði Erni og nú getum við sótt á þá. Og Andri fær boltinn í horninu og setur hann í netið. 27-25. Þetta er komin inn í 2 mörk. Þetta er eitt máli, ef við komum í seinnibergina þá er þetta miklu auðveldara að finna einhverja opnun sem að gera meira af þessu. Og Andri er hérna að taka Arnar Birki úr umferð. Þetta er ekki neitt, enda sjá dómarnir það. Biðja Þorstein einfaldlega að standa upp. Og Arnar Birkir, nei, setur hann. En þessi endar í netinu. Sigurður Örn Þorsteinsson er að skora. Mikilvægt mark fyrir heimamenn. Og hérna er Andri Þór Helgason sem stillir boltanum, kemur þetta upp og hann er að klára leikinn. 29-25 og framararnir eru einfaldlega að klára þetta. Sissi. Það er aukast. Valtýr Már varði. En klálega brotið að Sissa. En þetta er að renna úr greipum okkar. Það gerir Sissi hérna, sækir á þetta, setur hann á Strópus. Kemur hann á Sissa en búið að flauta. Við þolluðu virðingu fyrir því að Þorleifur Árni dómari viðurkenndi mistök sín. Og á sama tíma skora Strópus og 2 víta brottvísun. Tekjandi brottvísun á Elías Bóasson. Og nú koma bæði Andri og Binni framalega völlinn, taka Þorstein og Arnar Birki úr umferð hérna, en þá OK, Tómas reddaði þessu og Robby hittir ekki toppmarkið, setur hann yfir netið. Yfir markið segi ég. Þetta hefði verið glæsilegt ef það hefði náð mingar munni 2 þarna, en þú þurfum að ná boltanum fljótt. 2 mínútur eftir. Og inn úr horninu, Tómas verið þetta. Andri Þór fórum kannski ekki endilega besta færinu þarna. Og hvað gerir Strópus? Setur hann yfir á Krissa. Strópus inn, skorar. Þetta er ekki alveg búið. En eru framarar einum færri. 29-27.
Lítið að frétta hérna. Og höndin er uppi. Já, rauðningur dæmdur. Og já, 2 mínútur. Þetta er svo fljótt að gerast. Framarar 2 færri þessi 20 sekúndurnar. Og gerir Dómkjus í gegn og þessi fer í netið. Valtimár var næstuði með hann, en Framarar eru núna komið með annan leikmann inn á. Þetta er bara 1 mark. Hvað var ég að segja, það var búið á hann. Binni sló hann út af þarna og Framarar fengu einhver misskilningur á okkar mönnum þarna. Það er svo lítið að frétta hérna. Framarar taka leikhlé. 17 sekúndur eftir og Diddi er að fá brottvísun. Ekki veit ég fyrir hvað hann er að fá brottvísuna, en þetta er svo ótrúlega ósniðugt. 17 sekúndur eftir, við vorum manni fleiri. Nú því það að Framarar er komið nýja sókn. Geta það vantarlega að klára þetta bara, spila út og þurfi ekki svona að skjóta markið. En við sjáum hvað gerist. 17 sekúndur er ennþá hellingstími til að ná boltanum og skora mark. Jæja. Sverri og Diddi vantarlega klára að taka leikhlé, við náum boltanum. Það væri stórkostlegt að fá stig út úr þessu leik við hvernig þið spilast. Við erum undir longan á leiknum. Þetta koma menn, höndin er uppi. Og Tómas Veður, en þeir ná frákastinu og missa boltan. Leikhlé, nei. Jú, hann tók leiklið. Hann tók leiklið. Hvað gera dómararnir hérna? Arnar Birkir gerði nú eitthvað glórulaust þegar eins og á nú stundum til. Hvað gera dómararnir? Ég er líka mikið, já, rautt spjald á Arnar Birki, hárréttur dómur. Ekki. En það óstóra spurning, hvað er mikið eftir af þessum leik? Hvað er mikið eftir? Ég misti mig aðeins hérna í stemningunni, ég sá ekki alveg klukkuna. Það sé 4-5 sekúndur eftir. Þetta eru 4 sekúndur. Það eru 4 sekúndur eftir. Akureyri með boltan. Væntanlega hjá markinu. Nei. Jú, það er rétt. Hvað gerum við á 4 sekúndum? Tómas þarf að koma inn á því að hann var með boltan þegar hann var að tekja leikhlé. Og sendir vantar á Strópus. Jæja. Og þetta er að flauta hérna.
Stropus kemur á þetta. Þetta er Dúmfjörns. Búið. Framarar vinna 29-28. Þetta gekk næstu því upp að fá eitthvað út úr þess að loka mínútunum, en Framarar áttu heldur bara skilið að vinna þennan leik, voru yfir lungan á leiknum og það vantaði smá bit í okkar menn hérna. Og því það að Akureyri er enn einungis með 2 stig, það eftir 7 leiki. Framarar hins vegar er komið með 7 stig og halda áfram að sanga að sér punktum, og það er eitthvað sem margir byggust ekki við, að þeir eru margir á þessu tímabili, en þeir eru einfaldlega bara að spila flottan bolta Framararnir og árangursríkan. Þeir fagna hér á sínu heimavelli. En við þökkum bara fyrir áhorfið í dag, gott fólk. Gaman að sjá hversu margir kíktu á útsendinguna. Og við endum bara á að endilega fylgjast vel með útsendingum Óðalsdeildarinnar. Flest liðin er að sýna leikinn í dag, gaman að því. En já, takk fyrir og bless.